Góðan daginn vlog, velkomin aftur. Ég á smá YouTube-stríki en samt einhvern veginn alltaf á leiðinni að hætta eða taka maður pásur. En svo bara alltaf þegar ég minnist á eitthvað svona í vlogunum mínum að ég sé að verða smá þreytt á að posta og eitthvað svona, þá peppiði mig svo mikið áfram, þannig ég held bara áfram. Ég er að gera mér smoothie bowl. Þetta er bara í þriðja skipti sem ég reyna að byrja þetta vídeo. Að því hindu skiptin þá var bara Oliver að trufla mig svo mikið. Hann fyrir svo miklu munnræpu og hann er orðinn svo sjúkur í myndavélina. Ef ég er að vlogga þá vill hann alltaf koma og tala við ykkur líka. Ég er alveg vloggar á batið hérna. En við erum sem sagt bara ein í dag, ég og Oliver. Ein þessa helgi, eins og alltaf. Ég er náttúrulega bara búin að vera í lokaprófum, bara á vinnuhelgum. Þú veist, mér finnst bara eins og það séu alltaf vinnuhelgar. Þannig að við vinna eitthvað þriðja hverja helgi eða eitthvað. Bara mistum alltaf vera vinnuhelgum. Annarkvort er hann að læra, vinna, horfa á einhverja leiki, eitthvað, þarf að fara að gera eitthvað. Og ég og Oliver erum búin að vera rosa mikið einu helgar. Þetta er 50 dagur minn heima í dag. Við erum búin að vera heima síðan á miðvikudaginn út af það var langt leikskólafrí. Ég er bara einhvern veginn búin að ná að halda heimilinu ógeðslega hreinu. Búin að gera allt einhvern veginn, þú veist, ég þarf ekki að ganga frá eitthvað þannig séð. Vanalega er ég ekki típan sem að leiðist mikið, en ég er alveg að fá smá bara svona, ég verð að komast út úr húsi. En síðan er náttúrulega Oliver handleggsbrotinn, þannig þú veist, hann getur ekki einu sinni gert það mikið, hann getur ekki farið sund, getur ekki farið, þú veist, á alla róló, all leiksvæði og ég hef kannski að fara í bíó með henni í dag. En ég er búin að senda á eina vinkonu mína sem reyndar, hún er ekki búin að vera online í alveg nokkra klukktíma, þannig að veit ekki hvort hún sé að fara að svara mér. Kannski sendi ég á aðra vinkonu mína líka og því ég væri til að fara í eitthvað svona göngutúr eða eitthvað með Oliver og kannski stoppa róló. Langar helst að gera það ekki í okkar hverfi. Ég er að fá smá svona með langar að gera eitthvað svona öðruvísi. Já, þetta var mjög næs 5 daga frí. Líkaminn þurfti alveg á því að halda út af því að vinnan er alveg byrjað að taka á eins og ég er búin að segja eitthvað. Þannig að þetta var svona næs að aðeins að fá að chilla og síðan er, þú veist, ég er fullbókuð næstu vikur en ég er búin að ná að minnka, þú veist, það er einhverja búin að ábóka og þá bara tekið tíman út og næja að minnka daginn minn. Ég er búin að bóka mér svo ógeðslega mikið eitthvað. Smoothie bowl. Loksins mætt út úr húsi, klukkan er rétt 12. Já, við ætlum að gefa pabba þetta blóm. Við ætlum að kíkja í vinnuna. Já, ástu mín. Þetta er hér. Pabbi á þetta blóm, þú er að gefa honum þetta. Við ætlum að kíkja í vinnuna til Brynjars og mömmu. Þau eru semst að vinna saman í dag. Oliver, ekki taka. Ekki taka. Ekki taka. Hvað er 12 plus 12? Hæ? Ég stóð 4. 24. Hvað er 11 plus 11? Nei, ég gerði líka pluss. Ég gerði pluss hér. Ekki pluss 11. Hvað er 11 plus 11? Það er 22. Rétt. Herðu, við Oliver erum að taka smá skildi ákvörðun að fara í húsdýragarðinn. Ég sendi á mömmuhópinn hvort einhver vildi joina en ég er náttúrulega að gefa þeim frekar lítið fyrirvara og það er enginn búinn að svara þannig að ég býst ekki við að neitt komi. Sorry, nú ætlum ég bara aðeins að leyfa mér að dæma. Ekki veipa þegar þú ert að leiða litla barnið þitt og reykurinn fer yfir barnið, sko. Jesús. Svona að veipa bara hérna og leiddi bara, þú veist, 5 ára barnið sitt. Ég fór svona. Anyways, við erum komin og það eru öll bílastæði full, þannig við erum að labba svolítið en þannig að það eru greinlega mjög margir í húsdýragarðinum. Það er, ég held ég sé með Oliver aðeins og vel klæddan, hann er í, þú veist, peysu, flíspeysu og vesti. Ég er að kafna hérna, sko. 31 fuglar. Ég veit ekki hvort einhverju fóreldrar tengja. En ógeðslega oft þegar ég fer með Oliver eitthvað svona út á róló eða einhverja garða að gera eitthvað svona skemmtilegt, þá verð ég svo óþolum, þú veist, ég segi, hey, viltu koma að gera þetta? Hann fyrir að gera það. Svo nenni ég ekki að stoppa of lengi á þeim stað og ég er alltaf, viltu koma að gera þetta núna? En hann vill kannski bara vera eins og út á róló, hann vill kannski bara róla í 20 mínútur. En ég er alltaf ekki, viltu koma núna í kastalan?
Þannig núna ég svolítið að leyfa honum bara stjórna hvað við skoðum og hversu lengi og ég ætla bara ekkert að íta eftir honum að koma að skoða næsta og næsta. En það ógeðslega kósí veður. Minn maður að skemmta sér. Oliver, say hi! Það var alvöru dagur hjá okkur Oliver. Við fórum í húsleikarinn, fórum í svona 10 ferðir í röð í hringekjunni og já, ég var á hesti líka. Þessir hestar eru ekki gerðar fyrir ólétta rassa. Svo bara já, fór ég með okkur að borða á ís og ég get alveg sagt að orka mín er tóm og hann vill bara fyrir eldingaleik og feluleik og eitthvað. Sko, Oliver er mjög ofvirkur en hann er líka sjúklega góður í að dunda sér en hann, eftir að hann handbrotnaðist nú senstu viku, þá á hann miklu erfiðara með að dunda sér út af því hann getur gert miklu minna. Þannig hann er ekki það mikið að detta í svona dundgýr. Mjög Brynjar komið heim úr vinnunni og ég er spáið að fara bara í bað þegar hann kemur. Ég er samt mjög glöð að hafa náð að gera skemmtilegan dag fyrir Oliver. Góðan daginn, ég var að klára 1:40 klukkutíma morgunsund. Alveg sko æði veður og maður fekk bara smá lit, freknur og tannfar eftir svömmið. Þess að baðurinn er að fara með Oliver í leikskólan, þannig ég geti farið snemma í sund og síðan kom hann og joinaði mig eftir leikskóla dropp. Þannig við náðum svona 40 mínútum saman. Ég mætti í Skeifuna, ég er að fara að vinna ein súkkulaðibitakaka, fekk mér harðsvæðið egg á leiðinni. Svona smá sweet treat og svo ég er þetta með glata nesti í dag. Þetta er alveg eina sem ég er með næsti á eftir, bara ekkert til ískandum heima, ég þarf að vera í búð í dag. Það er ekkert mikið planað í dag, ég er að vinna til 1:30, svo þurf ég að fara í smá stús og búð. Á morgun er ég að fara að gera skemmtilegt, á morgun er ég að fara á pastanámskeið með stelpunum. Það var sem sagt Natalíu í jólagjöf gjafabréf þangað með svona því skilur að við ætlum að fara saman svona dæmi. Svo bara voru stelpunar að peppa að fara allar saman, þannig að við erum að fara allar þangað. Ég var okkur bara á morgun nema ég gera eitthvað óvænt skemmtilegt í dag. Sjá hvað mitt er hart. Nei, ég var alltaf að íta á það. Nei, ég sé þetta. Saumó er mætt á pastanámskeið. Mitt er best, sko. Natalía skemmti degið sitt. Nei, mitt er langbest. Þannig að hún fekk bara kennarann, hún er með kennaradeg. There you go. Það gefur svona að þú skemmtir sér helming. Ég þú skemmtir sér helming. Every number 2 times. We'll have to do 3 again. One more time number 3 and then you go to number 4. Vá, hvað þetta er flott. Ég er meistari. Cheers. Skamsistir. Þetta er ekki svona hringi. Ég veit það er svolítið skemmt. Beautiful. So we can do it. Nú er komið á matartíma. Af öllu. Viltu frekar segja 6-7? Nei, góður. Herðu, klukkan er 8 og ég var að mæta heim á pastanámskeiðinu. Þetta var bara æði, við líka komumst allar stelpunar nema Alexandra sem býr í útlöndum. Allar sem búum í Íslandi í hópnum komumst. Það er svo fallegt veður og það á að vera gott veður fyrramáli og ég er að plana fyrir sund með Natalíu morgunsund. Ég fór í morgunsund í gær og morgunsund í dag og svo morgunsund í morgun og örugglega fyrstu 5. daginn líka. Sko, ég litaði á mér hári í gær, þið sjáu örugglega mun, en ég keypti sem sagt lit sem að mér langaði svo að lita mér hári með áður en ég varð rauðhærð til þess að fá svona sirka svona lit, kannski aðeins ljósari. En já, ég litaði á mér hárið og eiginlega bara sko það sem að gerði var að það tók dökkurótin í mér burtu sem er bara flott og fínt, en það lýsti, þú veist, ég er alltaf með bara full set of hair extensions, það lýsti hári mitt miklu meira heldur en lengingarnar, þannig að núna sé ég svo mikið mun finnst mér á mínu hári og lengingunum. Þannig að ég fór í sem betur við tax-free Hagkaup og ég keypti vanalega litið minn, en ekki láta þetta fókusast. 535 Chocolate frá L'Oreal, ég er búin að vera að nota þennan lit
seinustu mánuði og ég fæ alltaf svo mikil hrós fyrir hárlitinn minn, en hann svona brúnn með samt smá, og þú veist, ég náttúrulega rauður undir þannig að ég fæ náttúrulega meiri rauðan tón, en ég veit ekki, þetta bara svona fullkomni brúni liturinn finnst mér til þess að halda samt rauða hárinu og síðan með hverju sturtu verður feitar hann og verður bara ennþá flottari. Þannig að, já, ég var alveg bara að prófa hinlitina því mér langa gá hvort það hann væri flottari, en ég ætla bara að lita mér hárið svona örugglega á föstudaginn. Ég var alveg komið smá lista í hausinn fyrir taxfree-vörur sem ég langaði að kaupa, en svo þegar ég mætti þá var ég bara eitthvað, mér dettur ekkert í hug. Nema Dr. Skin sem ég sá ekki. En já, ég bara að fara inn og ég alveg frekar búin á því í bakinu. Þú veist, maður standa svolítið mikið á þessu námskeið. Já, ég svolítið illt í bakinu og ég ætla að fara inn og bara hvíla mig. Ég mætti niður á stofu, klukkan bara að ganga 9. Ég byrja svolítið snemma í dag. Ég valdi ekkert eðlilega góða viku til að byrja seint. Ég er búin að byrja í hádeginu alla vikuna og ég er búin að vera að fara í morgunsund alla vikuna í bongo veðri og ég er bara búin að tana og slaka á. Og þetta búið svo gott fyrir líka með minna fyrir sund þetta daga. Vaknaði í morgun bara svo illt í bakinu, ég bara, ég er ekki að fara sund í dag. Ég með 3 kúnur skráða í dag, 9 til 1 og klukkan 1 er ég að fyrir neglur bara hérna hinum meginn í byggingunni. Ég pæli að lita mér hárið í kvöld og þá verður það aðeins dekkra. Ég veit ekki, ég hugsaði líka fyrir myndatökuna sérstaklega. Af því ég hef tvisvar farið í myndatöku og þú veist, hárið verður alltaf aðeins rauðara í þessu ljósi. Sem að, þú veist, ég elskar rauða hárið, en ég held að væri flott að það væri meira brúnt í þessu ljósi, í þessu myndatöku. Outfit of the day, ég ætla að sýna ykkur. Ég er í svona, ok, nafli. Sjá hvað nafli minn er orðinn útstöður. Sorry, ég er sem að naflafóbíu. En, ok, ég er í, sem sagt, bara ból frá Söru. Eitt af einu bólun sem nær yfir bumbuna. Golla og matching svona straight leg buxur. Þannig að já, ég gerði mér aðeins til í dag. Ég tíma ekki að mála mig það mikið þegar ég byrja að fá tann. Þannig ég setti bara smá Lumi Glotion frá L'Oreal. Ég er spennt að fá neglur. Ég er ekki búin að hafa neglur í örugglega 3 mánuði, örugglega síðan í febrúar. Já, af því við vorum bara að spara og eitthvað. Þannig að ég ákvað að leyfa mér að fá mér neglur til þess að vera fín í myndatökunni og það er bara svona alltaf meiri í gangi á sumrin þannig að mér langar að vera með neglur í sumar. Ok, ég er búin í dag klukkan 1 eða hvort 10:30 eða eitthvað og ég er að fara að labba í neglur, ég er að vinna hér og ég er að fara neglur út þennan gang. Sjáu þið samt hvað ég er orðin ólétt. En ég er búin í neglum og það líta svona út. Það sérst bara mjög stuttar og ég er bara með gelið á. Ég valdi ekkert neglalakk og ég er smá, sko ég hef sagt þetta áður að ég fíla oft neglurnar mínar mest á degi svona 23. Veit ég hvað það er. En eina sem ég er hrædd hvort mér finnist efsti tipsið vera of gegnsætt og ég hata þegar neglur eru gegnsæjar og það sést í svona hvítt undir. Það eru smá gegnsæjar en kannski er það samt alltaf leið. Ég er spá í að kíkja í Akkurat. Getur verið að Gunnjálga, vinkonum mín sé að vinna. Af því að ég er að leita basically að einhvern veginn svona inniskóm, með svona fuzzy á þessir orðin þetta mjög notaðir. Og ég sá að Akkurat er að selja svona beige sandlitaða einhvern veginn og ég sérst að pæli, þú veist, bæði bara til að nota að ég er alltaf í inniskóm og fyrir myndatökuna að því eitt lúk, já, bæði lúkin sem ég er með í huga myndi passa mjög vel að vera svona inniskóm þannig ég er að pæli að kíkja Akkurat bara þetta er bara það rétt sjá. Ok, ég shoppaði smá í dag og ég keypti mér þennan Owala brúsa. Svo sætti bleikur, Gunnjálga hjálpaði mér að velja hann. Og já, ég er bara mjög spennt að þvo hann og byrja að nota hann. En ég keypti líka skó, þeir verða svo cute í myndatökunni og svo gerði ég smá barnaloppu damage sem að ég postaði í hauli á TikTok. Brynjar er á kvöldvakt í kvöld. Ég er ógeðslega þreytt og Ólöf sá út í dag þannig að ég veit ekki alveg hvernig hann mun sofna. Ég held að þess helgina munum við actually ná að gera eitthvað hérna heima.
og ég svo spennt að byrja bara að ganga frá barnafötum úr í skúffu. Það svona markmið helgarinnar. Ég ætla að stoppa þetta vlog hér og taka helgina kannski upp á TikTok fyrir ykkar. Aðeins að breyta til. Takk fyrir að horfa og love you so much. Sjáumst næst.